öll smul. Velkomin í þátt með 2 köllum. Við erum hérna staddir einmitt 2 kallar. Hjá mér situr Þorsteinn Valgeir, sponsoraðar af Engu Kristall. Sest hverjir, það heyrist hverjir drekka Kristall. Og ég heiti Haukur Brásson. Þú ert að bara nammi í boði. Ég er bara nammi í boði kona hennar. Já, hún sendir mig með þetta. Já, það er svona. Fyrir þig, til þín. Eigi eitthvað sem er ekki vegan. Það er gott að geta hent í svona villimenn. Já, eins og mig. ég mitt. Já. Heyrðu. Já. Hvernig ertu? Ákvæmlegur? Já, ég er bara komin í eiginlega jólafrí. Já. Ég er bara búin að gefa engunnir og engin lokapróf hjá mér og Nei. Hulda er endur að fara til tenni á morgun. Þannig að ég verði einn með börnin í viku. Einn. Ég verði einn. Einmitt. Tengd og er í verkfalli, sko. Nú, Já. hjá ykkur? Nei, bara almennt. Já, ok. Bara tók sér frí. Já. Hún fór til tenni og kom aftur og ætlaði að vera í smá frí. Ok. Þannig að ég er að fara á jólaball og gera og græða eitthvað bara með krökkunum. Új, bara. Já, ég hitta jólasveinin. Já. Herru, þá bara lakaði til að sjá hvernig þú lítur út eftir viku. Já. Sko, ég ætla að segja þér frá einu. Já, ég spurði þig ekkert hvernig þú hefur það en það er small talk þannig að ég nenni því ekki, Haukur. Nei, ég ætla nefnilega að segja þér frá einu. Já, segðu. Það var svona, við lendum í og þegar ég segi við þá meina ég Ok. Við letum undan hópþrýstingi frá einni mannesku Ok. sem að sendi skilabóð á 2 kalla Instagram með okkar Ok. og var að furða sig á einu. Nú. Já, þetta er svolítið síðan, ég veit ekki hvort þú skoðar þetta eða hvort þú sér búin að gleyma því. Já, ég man ekki eftir þessu. Hún var að senda sko, sem má náttúrulega ekki, þess vegna ætla ekki að segja hverju þetta er sko. En hún var að senda mér sérst screenshots af mæðratips. Já. Og þar var hérna innlegg sem vakti áhuga hennar. Ok. Og hérna frá nafnlausum, þetta er sérst nafnlaus hlustandi okkar sem að sendi þetta á okkur. Og það er sérst, hún var að velta fyrir sér kynjahlutverkum. Og það er hérna innlegg frá sagt, konu sem er að byrja að, er að fara að hérna, gerast flugfreyja. Já. Og maðurinn hennar er strax orðin mjög stressaður yfir því. Okkur. Innleggið er svona: flugfreyjar með börn og maka. Mér langar svo að vita hvort það falli mikið auka álag á makan. Ég er ekki einu sinni byrjuð að vinna sem flugfreyja en maki minn er strax farinn að fríka út vegna þess að, innan gæslappa, hann á eftir að þurfa að sjá allt, skull, mat og bekkjaræmali til dæmis. Nú er ég með samviskubit þar sem ég sá þetta einmitt öðruvísi fyrir mér. Og þessi hlustandi okkar sendi þetta á okkur og fór að velta fyrir sér. Hvernig væri þetta á pappatips? Ef að þetta væri bara nákvæmlega eins nema, yrðu svörin á svona svipaðan veg? Svörin, ok. Já. Hvernig eru þau? Hjá henni? Já. Ég fekk ekki screenshota. Nei, já. En hún svona sagði okkur aðeins frá því. Ég sá þetta ekki. Nei, ok, hún sagði mér aðeins frá þessu. Já. Og hérna... Hún hefur ekki bara sendt þér prívat? Nei, þetta var á, held ég, 2 kallar chat dótinu sko. Já, ok. Allavega, þá hérna var hann eitthvað að tala um að það hefði verið svolítið svona stuðningur við þetta við þetta viðhorf áhyggjurnar hennar? Já, og svona restingu upp á svona leiðum sem hún geti farið til þess að auðvelda mannum hennar unnuna, en svo líka bara hættu þessu rugli, þið eru 2 í þessu og allt þetta. En allavega, mér fannst þetta svo áhugavert að ég gerði þetta bara á pappatips. Já! Bara á Anonymous. Ok. Ég sést að ég copy-pastaði þennan texta. Ok. Og ég breytti bara flugfreyjur í sjómenn. Nei. Jú. Það innleggi mitt á pappatips frá fyrir 2 mánuðum. 2 mánuðum? Já. 1,5 er svona: sjómenn með börn og maka.
Mér langar svo að vita hvort það falli mikið auka álag á makan. Ég sá þetta innlegg. Það? Já, og ég bara, þetta er eitthvað skrítið. Okay. Svo bara held ég ára með líf mitt. Ég er ekki einu sinni byrjaðar að vinna sem sjómaður, en maki minn er strax farin að fríka út vegna þess að, innan gæsalappa, hún á eftir að þurfa að sjá allt, skuttl og mat og bekkir ammalegi til dæmis. Nú er ég með samviskubit, þar sem ég sá þetta einmitt öðruvísi fyrir mér. Okay. Og ég skal viðurkenna það. Ég held að þetta yrði fyndnara, það sé svörin. Ég held að yrði meira bara eitthvað, hvað er þessi kellingu eitthvað að bjóst við meira þannig, sko. Það voru nokkur þannig. Okay. En flestir voru bara, hei, þið eru bara, þú veist, 2 í þessu og svona er þetta bara. Og bara þegar þú ert í landi, þá bara gerðu þú þetta. Okay. Þannig að ég verða að viðurkenna að ég hefði átt, hvað að segja, ég hafði minni trú á pöbbum landsins en síðan kom í ljós. Þannig að þetta var þess virði. Það kom samt alveg sko það kom alveg þessi típa. Ég ætla nú ekki að fara að henda fólk undir rútuna, þetta er allt nafnlaust. Kona mín talar það við mig að það sé oft erfiðar að hafa mig heima. Þá fyrir rútjanan alveg í fokk. Og svo koma 2 undir bara, tengi. 2 sjómenn sko. Og svo fannst mér sko konan í maðuratipsinu, hún gerði komment eða hvort kannski ekki held þetta sé ekki sama kona, ég held þetta sé þetta er greinilega ekki sama kona því þessi er búin með, hún er með reynslu að vera flugfreyja. Okay. Og hún skrifar sko ég bjó til dagatal fyrir hvern mánuð og merkti inn fluginn og gerði litakóða hvenar hann þyrfti að skuttla og sækja og svona. Svo er ég bara duglega að fara í búðina fyrir busy flugdaga svo hann þyrfti ekki að taka það með sér þær þá vantilega dætur þeirra og reyndi að létta undir fyrir hann þegar hann var mikið einn með þar, broskall. Þannig að ég copy-pastaði þetta einlegg og skrifaði það nákvæmlega eins nema bara að ég breytti sig eitthvað eins og var að segja eitthvað svona hvað er það? Ég var með ekstra reyna nei, búin tína að skrifa eitthvað svona, en þú veist, ég var að pæli að gera bara litakóða og þú veist, merkja inn hvenar hún þarf að skuttla og sækja og svoleiðis. Ég fekk rosa lítil viðbröð við því. Sko, ég En svo komst upp um mig. Nú, byttu nú við. Það kemur Anonymous Member 224 og skrifar skemmtilegt orðalag, frétt, spurningamerki, doppulstandarddæmi, spurningamerki og setur inn screenshotið af maðuratips, af sem sagt flugfreyju innlegginu. Þannig að ég var ekkert að tjá mig meira þarna, en mér fannst þetta athyglisverð félagsleg tilraun. Já, þetta er gott sko. Og það var margt svona áhugavert sem að koma út úr þessu. Og þó að þetta sé náttúrulega rosalega svona, veist, þetta er álger klísja, við sem að velta fyrir okkur bara, hvernig væri þetta ef þessu væri snúið við? Þá er það oft svolítið áhugavert, finnst mér. Að leiðum að snýr kynjahlutverkunum við og breyti flugfröyu í sjómann þá er þetta orðið mjög skrítið. Já, þannig náttúrulega kemur oft auga á kynjununa sko þegar maður snýr við til dæmis í teiknimyndasögum og svona þá svona, skrítið en já, ég verð að segja það er, þú veist, ég hef aldrei tekið þátt í einhver pappatipp sko, en það kemur oft skemmtilega óvart hvað það eru margir sem að eru í rauninni að svara kallrembu og það er bara stundum koma þræði þar sem að kemur eitthvað innlegg alveg bara eitthvað fáránlegt eða eitthvað svona kallrembu dæmi og undir bara koma menn og adressa málið og mér finnst það vera þema frekar heldur en hitt. Það er einstaka sinnum sem að þetta verður eitthvað toxic en svona yfir það heila finnst mér þetta að vera bara frekar næs. Já, ég sammálaði sko. Og bara mjög gaman. Ég held að það skipti máli að stjórnendunir eru feminískir sko. Já, þeir eru mjög meðvitaðir. En það er það eina sem að svona kannski er að benda á að sé smá veist, eitthvað svona sem hefur áhrif. Að öðru leiti held ég þetta sé bara frekar ómengað og það koma sko einmitt þess að þú ert að segja, að koma svona bara alls konar gæjar
sem eru bara eitthvað, hei, ég er bara, þú veist, þetta er bara ekki rétt sér, ég er búin að vera hérna eitthvað í x ára að passa að, þú veist, ég sé að taka allan þvottinn og svipa mikið á álæginu, andlega álæginu, bla bla bla, og það bara gengur allt miklu betur hjá okkur, og eitthvað svona, og svo kallar þeim bara á móti, svona eitthvað, og hérna. Já, þeir eru ekki ráðandi eða ríkjandi. Nei, er ekki ráðandi eða ríkjandi, en sko, já, og þannig eru sérst umræður sem að eru þá, já, hvað ætla þetta að segja, 99% kallar í kall-kona samböndum og það er enginn að reyna að gangi augun á einhverjum feministum. Nei, enginn að reyna að fá sér að ríða. Nei, sem er oft svona það sem að fólki segir á opinberu vettfangi, þú veist, þú er bara að segja þetta út af þessu. Nema þetta sé allt saman einhverju laumuhamar að reyna að fá sér að ríða öðrum einmanna pöppum. Já, ekki, sko. Nei, kallmennskan er náttúrulega svolítið þannig, hún er spiluð fyrir aðra kalla, þannig að það ætti að vera öfugt. Já, og veist þetta gott, sko. Já. Og hérna, þetta er rosalega skrítin vettvangur. Þannig erum við með, sko, ég hátt upp undir 20.000 pappa á landinu. Já, eða mögulega verðandi pappa, maður tekur líka stundum eftir. Einmitt, já. En af því að þú nefnir þetta. Þokkalega holt, sko, umhverfi. Já, en af því að þú nefnir þetta. Já. Og ég er með eitthvað dagsins og það fjallar ekki um þetta. Okay. Þá langar mig að tengja við frétt sem að kom í morgun þegar við erum að taka upp þennan þátt. Frétt á RÚV. Fyrirsögnin er verkaskipting á þriðjuvaktinni innan gæsalappa mjög kynjuð. Sástu þetta frétt? Nei. Þetta er semst rannsókn á vegum Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, sem byggir á spurningakönnun sem senduð til félagsfólks ASÍ og BSRB. Já. Og í útdrætti fréttar. Hvað segir maður út eða úr? Út. Ólaunuð vinna innan veggja heimilisins lendir frekar á herðum kvenna en karla samkvæmt nýrri könnun Vörðu. Karlar sjá oftar tilfallandi verkefni utandyra en konur sjá oftar regluleg heimilistörf á borðið heimilistrif. Og svo er bara verið að fjalla um þetta er bara sama og kom fyrir, þú veist, 2-3 árum þegar við vorum að skrifa bókina og bara sama þema, það hefur ekkert breyst, sko. Áhugavert. Já. Ok, ég skoða það. Var þetta bara RÚV eða? Já, ég sá þetta bara RÚV og svo hef ég reyndar ekkert að skoða fréttir í dag. Nei. En já, herru, þetta var nú svo lítið. Þetta var svolítið. Ef við ekki bara henda okkur í eitthvað? Við erum alltaf til í rugl og alltaf til í að gera félagslegar tilraunir. Já, meira á þessu. Nema mér verði eitt út af pappatips. Nei, ég held að það sé enga líkur á því. Ég held að við ættum að skora hvern annan að fara í eitthvað svona félagslega rannsóknir. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Eitthvað dagsins er tekið af vefnum joke.is. Ok. Veistu hvað er þar? Nei, ég bara aldrei hýrt um þetta. Reyndar er þetta joke.is /útgáfa. Útgáfa? Já. Ok. Og það er bók sem var að koma út. Já. Titillinn á bókinni er Úr húsmæðraskóla í útlegð, undirtitill Á bakvið tjöldin í íslenska kvikmyndabransanum. Já. Eftir Dóru Jóhannsdóttur, leikstjóra, leikara og handritshöfund og meira. Ok. Hún gerir til dæmis Skaupið 2022. Já, þetta er hún. Já, ok. Improv frumkvöðl. Já. Hún gerði, held ég bara, að þjóðarinnar mati besta skaup sem að hefur verið gert á síðustu áratugum. Og kom mörgum óvart hvers vegna hún fekk ekki að halda áfram. Var hún í venlegt fólk? Ég er ekki viss um hún hafi verið venlegt fólk. Er ég með vill svo konu í huga? Já, ég tekka á þess að með. Já, herðu, allavegana, ég veit ekki hversu mikið fólk veit um þetta. Já. En hún, sem sagt, henni var kastað undir rútuna. Já, ég með vill svo konu. Þetta er þessi? Já, ok, einmitt. Og hún er í rauninni að hún kallar þetta sjálfsævisögulegan frásagnar eitthvað stíl. Ok. Og hún er svona að gefa innsýn í sína reynslu af íslenska kvikmyndabransanum og
þetta eru 140 blaðsina bók sem ég las á heilu bretti í gær. Ha? Já. Já, einhver nú frítíminn. Já, ég bara var að svæfa barnið mitt og ég fekk bara hyperfókus, þetta var svo áhugavert. Ok. Og þetta er svo galið, þetta er svo trillt. Já. Og ég svo sem fekk ekkert leyfi hjá henni til þess að fjalla þetta en ég meina þetta er bara bók sem maður getur keypt og kemur á PDF sniði og bara mjög öðvöld að renna í gegnum þetta. Ok. Og hún er með fókusin í þessu á skaupið 2022, það þarf að segja aðdraganda og í kjölfarið af skaupinu. Já. Og samskiptum við RÚV og framleiðendur skaupsins. Ok. Og svo er hún líka að segja frá Er hún að kasta fólki undir rútuna bara? Býtu bara aðeins rólur. Ok. Svo er hún líka að fjalla Húsó sem að hún átti hugmyndina. Húsó eru þættir á RÚV sem voru frumsýnd í 2025 ok, ekki séð í janúar. Horfið ég ekkert á sjónvarp? Nei, ég hef ekki séð, ég sá held ég einn þátt í Húsó. Allir eitthvað að tala um hann eitthvað í ungnar og eitthvað. Já, hann Felix og Klara. Já, það. Já. Ég bara, ég ekki séð hálfa sekúndu. Nei, við horfum á 2 þætti, þetta var svolítið þungt sko, ég nefndi ekki alveg. Herri, allavega, hún er semst að rekja söguna hvernig upplýsingum hefur verið haldið frá henni, eða var haldið frá henni og hvernig orðuspor hennar var jarðað af Sigurjóni Kjartansinni stjórnanda, semst yfir framleiðanda fyrirtækisins sem framleiddi Skaupið 22. Já. Og ég veit ekki hvort þú munir eftir þessu en það var semst í aðdraganda Skaupsins desember, rétt á hún Skaupið sýnt, þá kemur í ljós að eigandi framleiðslu fyrirtækisins er einn af eigendum Samherja. Og það var eitthvað svona, Samherjamáli var náttúrulega í gangi og eitthvað og svo er eitthvað svona verið að veltaði fyrir sér að það sé pressa að taka upp á Selfoss að því að annar eigandinn hérna á eitthvað í Selfoss og vildi sína Selfoss í ákvæðu ljósi og segir hún fyrir fjölmiðla og segir það er engin rammi með Selfoss í bakgrunni. Og Dóra er svona að rekja þessi samskipti og það sem kemur fram og er basically að með gögn, hún er með endalaust að skjáskotum og tímasett gögn sem að í rauninni styðja það sem hún er að segja að það var búið að taka upp á Selfossi og það var búið að skjóta þar sem að Ölfusbrúin sást og svo framvegis. Já, ok. Var þessi koni ekki í fréttunum bara fyrir svona mánuði? Ég veit ekki. Út af einhverju Jú, út af Fekk ekki eitthvað kredit? Já. Fannst það að var kredit fyrir, ég man ekki hvað það var? Þetta er það. Já, þetta er það. Þetta er okay. það. Það tengist Húsó. Það er Húsó, ok. Já, Húsó fékk sem þess að Íslandur sjónars velunin. Ég er svona oft þegar þú talar um eitthvað Já. þá er ég að sjálfsögðu kaldur, ég veit ekki hvað það var að tala um. Já. En ég veit, ég þekki til núna, ég veit ekkert. Ég get ekkert komið með ég er bara hálfviti í dag og ég spyr bara spurninga og þú svarar eins og þessi 5 ára. Já, þetta er líka pínu erfitt sko, eiga þetta samtal við því að þú veist ekki neitt sko. Og bara nöfn á fólki yfirleitt fara bara svona innum annað þeirra mér út hitt. Ég man ekki neitt og sérstaklega nöfn á leikurum. Já. Þeir heita bara ekkert fyrir mér. Ég ætla bara að taka fram að ég er að segja í rauninni frá minni upplifun af þessum lestri. Já. Hún í rauninni er aldrei að nafngreina í bókinni, þá er hún aldrei að nafngreina, það er náttúrulega augljóst hverja ræðir. Já, Sigurður Kjartansson. Þannig að meðal annars að því að hann er einn af eigendum framleiðslu fyrirtækis sem að sá Skaupið. Skil. Og það er bara kallar hún þetta bara kollega? Nei, hún kallar þetta hún nefnir framleiðslu fyrirtæki á nafn. Ok. Eða nefnir bara framleiðendur Skaupsins. Skil. Ok, þannig að hún er hvergi að nafngreina, svo að það sé sagt. Allavega eitt af því, þetta er semst einhver ágreiningur og hún lýsir því hvernig í rauninni upplýsingum til dæmis fjármagn var haldið frá henni, hún átti rétt á að sjá það, budgetið, hún var ósátt við fjölda tökudaga, þeir voru bara allar 8, vanlega eru þeir 11-12 fyrir Skaupið og það var svona alls konar sem að henni fannst óþægilegt og hún rekur líka að semst hún sækir að gera Skaupið til RÚV og er samþykkt og ráðinn af RÚV til þess að leikstýra og skrifa Skaupið. Síðan ræður RÚV þetta framleiðslufyrirtæki. Svo er eitthvað debate í gangi og meðal annars segir Sigrún í fjölmiðlum að eitthvað til þess að debunka þessa gagnrýni Dóru að þeir hafi ráðið Dóru til þess að sjá Skaupið. Og þegar það er leiðrétt af RÚV þá heyrist ekkert meira þetta mál. Þannig að þegar þetta var orðið óþægilegt, þegar það var ekki lengur hægt að segja að þetta hún væri bara að vera
ósamvinnu þýð og óþægileg og væri bara að bulla þegar að þriðji aðili sem RÚV þá gat bakkað upp hennar frásögn að þá eins og bara allt datt í dúnalogn og ekkert þetta rætt meira allavega þetta á svipum tíma sem að Dóra í húsmæðraskólanum hún fer semst í húsmæðraskólan í alvörunni og bara að læra og hún semst að sækja sig líka efni við á Austurlandi eða hér? Nei, bara í Reykjavík held ég og fær þar hugmyndina að Húsó þáttunum og byrjar að skrifa hugmynd og drafta og fær til sín með Húsó húsmæðraskólan? Já, tengist húsmæðraskóla en það líka tengt bara áfallasögu, kvenna fíknivanda, félagslegum aðstæðum fátækt og svo framvegis og þetta áttu svona að vera bjartsaga og eitthvað allavega, ég ekkert að fara inn í það, ég aðalega að tala bransan og hvernig hún að lýsa þessu Má ég spyrja einu sann? Þessi bók eða PDF-skjal þetta er bók eða ekki? Jú, þetta er bók, hún gefur út bók hún bara, þetta eru bara hennar orð allt saman studd af gögnum og skjáskotum og öðru en smá ég veit ekkert þetta en bara svo ég sé með premissið sko að hún að segja sögununa frá sinni hlið algjörlega og sem sagt og þarna þegar það verður ágreiningur að þá í rauninni hún svolítið svona og sko, við erum líka átt okkur einu þegar ég að lýsa þessu það eru valdastaða eða valdatengsl og þá ég að meina valdastaðan þessara einstaklinga sem ræðir framleiðslufyrirtæki og leikstjóri eða handritshöfundur og síðan kallkona og hvaða kall og hvaða kona þegar og Dóra gerir það mjög vel í bókinni ég mæli bara með að fólk renni yfir þetta hún byrjar í rauninni að leggja út svona eins og maður gerir ég ætla að segja í meistarritgerðum að þá leggur hún svona fræðilegan ramma og hún byrjar í rauninni á því hún byrjar á smá svona aðdraganda og tilenga bókina og svo leggur hún út svona hún fer yfir kenningur feðraveldi gaslýsingu þú veist, hún fer yfir öll þessi fræðilegu hugtök og af því að ég er búin að nema kynjafræði þá veit ég sko þegar hún byrjar að lýsa þú veist, hún er að lýsa hún er búin að leggja þetta út sko þannig að hún er ekkert endilega að vísa síðan alltaf í feðraveldi og eitthvað heldur búin í raun að leggja fræðilega ramman og maður það svolítið kannski sjálfur átt að sjá hvað hún er að meina nákvæmlega þegar hún segir frá þessu og þessu en allavega það sem er svona þráðurinn í þessu hvernig réttindi handritshöfunda í rauninni afskaplega veikt á Íslandi og hversu auðvelt það fyrir framleiðslufyrirtæki að manipulera eða í rauninni stýra ferlinu og halda völdunum, halda peningunum sjónarhorninu og öllum boltum hjá sér og svona útdeila og stýra og í rauninni eins og hún er að lýsa því já, ég get ekki túlkað betur en svo að stela hugverki stela hugverkinu af til dæmis Húsó og hún er líka að lýsa því rétt muna hjá mér að nú er bara að ríða upp ykkur frétt sem ég las svona eiginlega ekki fyrir mánuð eða eitthvað rétt muna hjá mér að hún hefði vilja vera kredituð sem eitthvað sem samt undir dulnefni já, sko, já, það er að hluta til rétt sko ég ætla það er semst þannig að hún skrifar eða draftar hrárri hugmynd að Húsó og svona setur bara svona, ef að segja, tónin setur stefnuna og draftar karakterina og eitthvað svona fær til sín annan handritshöfund og annan leikstjóra líka að svona hugmyndasköpuninni og ég man þetta ekki nákvæmlega tímaröð en allavega þá hún að eiga frumkvæða þessu og á endan leitar til annars framleiðslufyrirtækis sem hún nefnir Glass River sem að held ég stærsta framleiðslufyrirtæki í Íslandi það Baldvin Zeta meðal annars og allavega síðan sem sagt fer þetta á eitthvað stig þau gera umsókn til kvikmyndasjóðs eða eitthvað og fá styrk til þess að halda áfram sem þýðir að þessi hugmynd að hún talin vera góð og líklega til þess að þú veist, fara í sýningu og einhvers staðar líka fáðu grænt ljós frá RÚV að RÚV vilji kaupa þáttinn af þeim og sína og það er bara huge þegar maður er komið með grænt ljós frá sjónvarpsstöð það þýðir bara að þú ert búin að tryggja þér fjármagn
og þetta verður sýnt á þessari sjónvarpsstöð og það er það sem allir framleiðendur eru að reyna helst að koma þessu inn á RÚV eða Síman eða Stöð 2 af því að þá kemur fjármagn með því og auki fjármagn, fjármagn elti fjármagn, þannig að ef það komin svona stór fjármagnaðali þá er mjög líklegt að aðrir vilji taka þátt í ferðinni líka og Dóra er henni á þátt í þessu eins og hún lýsir í allavega að hún á frumhugmyndina á frumkvæði að fá fólk með sér og fær styrk og RÚV gefur grænt ljós sem þýðir að þau geta farið bara basically að klára og byrja síðan tökur ég man ekki tímalínuna en þetta er allavega einhvern tímann í janúar eitthvað svoleiðis og þau eru komin að það stig að það kom á áætlun að hefja tökur í júlí-ágúst seinna á árinu þetta er 21 eða 2 eða hvað ég man ekki allavega, hún tilkynir þeir sem hún er að vinna með að hún þurfa að fara í veikindaleyfi en hún ætli sér að koma aftur ef hún mögulega getur og þau semst í rauninni halda áfram að þróa konseptið og eftir hennar bestu vitund út frá í rauninni leiðastefinu sem að hún vildi sem að segja batasögu sem alltaf byggir á hennar reynslu bæði af húsmæðarskólanum og líka bara svona fíknivanda og vildi sína svona ekki þetta dæmigerða hlutverk sem konur oft settar í sem er einhvern veginn að vera vonlaus fíkill sem er alltaf að detta í það og lífið er einhvern veginn ömurlegt og eina vonin er að vera falleg og æskilur eitthvað svona og vildi hafa þetta svolítið mennst og realistik en samt gefa von, það var svona hennar markmið allavega hana, hún er að lýsa því hvernig á þess að hún viti að þá er tökudögunum flýtt nokkra mánuði handritinu, semst hún er útilokuð frá einhverju Google Drive möppu þar sem þau voru að vinna þetta á þess að hún takja eftir því fyrir en eftir á og þessi tvö sem að síðan gera þetta bara, þú veist, það var vinslit hún lýsir því, bara kona sem hún hafði raunin með lengi og þessi leikstjóri sem að síðan blokkaði hana bara á Facebook og þetta talast saman að þau basically bara taka yfir handritið framleiðslufyrirtæki svarar ekki neinu af hverju þessu var breytt og RÚV sem að hafi gefið grænt ljós stendur ekki með henni, segist alltaf standa með henni gera það ekki og Dóra er bara að fara yfir það, hún er að leita til borgar eigin lögfræðingi 2 milljónir bara endalaust bréfaskriftir og vesen, hún leita til BHM sem er stéttarfélag, hún leita til eitthvað svona hagsmunafélags bara í bransanum hvort það sé 1 eða 2, þú veist, hún er bara út allt í 2-3 ár undercover, þú veist, hún er hvergi að tala þetta ég er enda vissi aðeins af þessu að því að við höfum átt samskipti en ég vissi líka að þetta var eitthvað svona algjört það mátti ekki tala þetta af því að bransin er svo lítill og þegar þú ert kona með vesen þú veist, þú getur bara glemt í að einhver ætla að vinna með þér og hvað þá þegar 2 stærstu fyrirtækin í framleiðslu á Íslandi þú veist, þeir eru útkomin í eitthvað svona gagnrýna þau þannig að fyrir mér eins og lýsir þessu þá dregur þetta fram og varpar henni ljósi á hversu ógeðslega lítill bransin er á Íslandi og hvernig hann er dómineraðar af fáum einstaklingum sem að virðast einhvern veginn verja hvern annan og bakka hvern annan upp, þetta er svona svolítið svona karllægt og karlmiðað og það er eins og hún talar meðal annars hugtökin með engandi og stiðandi kvenleiki og það er eins og konum sé veluna fyrir að sína stiðandi kvenleika sem er að spyrja ekki spurninga og krefjast einskis og í rauninni bara hlýða, þegja, brosa og hlæja með en leið út var hann að spyrja spurninga þú veist, hver á þetta framleiðslufyrirtæki af hverju eru að taka upp þarna hvernig er þetta svona, af hverju að tökudögunum breytt þú veist, þá bara nei, slaka þú nú á og meiris að fjallu sumir í þá grefju að kalla hann að klikka það hún væri bara eitthvað klikkuð og jafnvel í bréfaskriftum lögfræðingur, já, þetta er allan endalaus flækja það sem að hagsmuna áræstarinn eru ótrúlegir það sem að lögfræðingur sem að henni er alveg að leita til hún kemst aðeins setna eftir hún er búin að senda til gögn til þess að lögfræðings að hann er líka lögfræðingur Glass River bara holy shit og svo er einhver sem að fer yfir einhverju hagsmunasamtökum, ég man ekki rituundarleikstjóra eða eitthvað að hann er semst að vinna í verkefni með Glass River á sama tíma og þau eru þykjast vera að einhvern veginn gæta hennar hagsmuna þú veist, þetta er bara svo ógeðislega síkt og súrt og grillað eins og hún lýsir því og aftur, auðvitað er þetta hennar sjónarhorn en miða við kynntur þau eitthvað
Það vera leiðilegu sko. Já. Kynntur þér, þú veist, hina hlið sögunar? Er eitthvað opinbert það sem að hinir hafa svo að segja? Eða? Nei. Okay. Já, bara það sem að Sigurjón sagði í kjölfarið á Skaupinu. Já, hvað það? Það var og það er búið að rekja það, meðal annars það að Dóra hefði nú alltaf, hvort að leikstjóri hefði eitthvað svona, hann fullir í hluti sem eru rángir basically. Ok, hún, það var bara sýnt fram á það? Já, það var bara sýnt fram á það og meiri þess að RÚV gátt yfirlýsingu. Já, ég man ekki til því. Nei, það að RÚV hefði ráðið Dóru. Já, okay. Þú veist, það voru eitthvað svona 2 atriði. Var það bara konflikt, hvort að hún hefði verið ráðin eða ekki? Já, vegna þess hvaða réttindi hún hefði sem handritshöfundur eða leikstjóri eða hversu sjálfstæð hún væri til þess að, þú veist, vera að spyrja þeirra spurninga sem að var sagt að hún ætti ekki vera að spyrja eða upplýsingar sem hún ætti ekki að hafa. Skilu. Og en framleiðslu fyrirtækið virðist hafa, eins og í framleiðslu Skaupinu, hafa það mikil völd að geta í rauninni bara svona stýrt hlutunum og náttúrulega framleiðslu fyrirtæki fær í rauninni mestan peningin. Þú veist, þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir þarna og já, allavega það sem að ég bara mæli með að fólk kíkja á joke.is /útgáfa. Hvað er joke.is? Það er bara hennar framleiðslu fyrirtæki sem hún stofnaði fyrir 2 árum. Það er nafnið á fyrirtækinu, ok. Ég held, fyrst þegar þú sagði joke.is þá hugsaði, já, þetta er svona gamall svona brandara vefur. Já. Eitthvað eins og leikanet. Já. Nei, hún er alltaf að djóka sko. Já. En en það er semst bara svo ég tekki það líka fram. Pínu geggjað eiga slóðina joke.is. Já, frekar næ sko. Að þetta er þekkt úr sko bæði fræðilega og reynslu með kvenna að þær sem beygja sig ekki undir lögmál kalla sína ekki stíðandi kvenleika að þær eru taldar og málar upp sem klikkar frekar ósamvinnu þýðar og klikkar og konum er kansilað en köllum er klappa á bakið svo flotti strákar vissulega er þetta vissulega er þetta hennar sjónarhótt en sko bara aftur bara stöldur með þess við því að þú veist það var oft í MeToo það eru 2 hliðar öllum málum og saklausum sagt sönnu og allt þetta bara ef við pælum að síði hvers vegna ætti Dóra að gera þetta ef hún væri bara alveg klikkuð kannski að því hún er alveg klikkuð ok, en hún adressa það líka og þú veist, og ef þú getur adressað fræðilega og úr einn reynslu heimi og tala um það á svona ofboðslega viðtækan flókin hátt í svona löngu máli studda af gögnum í öllum meginatriðum sem skipta máli þú veist það er augljóst að henni eins og hún segir úr húsmannarskólanum í útlegð henni var kanselað fyrir að spyrja spurninga og krefjast einhvers fyrir það að beygja sig ekki undir ég ætla að segja ægivald þeirra sem að hafa peningana og í rauninni burðina til þess að haga málum eftir smekk og behag fyrir mér er það algjörlega augljóst og mér finnst líka algjörlega ótrúlegt þú veist, hún er að taka þennan slag virðist vera algjörlega alein þú veist, það eru auðvitað enginn í bransan sem þurra stiðan ópenbarlega af því að þau voru að skjóta sér í fótinn það nennir enginn að fara að ráða leikara sem ætla eitthvað að taka hanskanum fyrir henni og hvað framleiðslu fyrirtæki hafa ef að segja burði til þess að fara í þennan slag þú veist, hún er bara algjörlega alein og bara guð minn góð, ég held að þetta sé svona þú veist, ef að KSÍ var einhvern veginn svona kjarni ferraveldis og eitthvað slagur sem var að taka, þannig eru við komin í næsta kjarna ferraveldis, virðist vera því að það eru náttúrulega gríðarlega fjármögnir eða gríðarlegt fjármagn sem að er í kvikmyndabransanum við erum að tala um þarna og hún er líka alltaf að benda á það þetta snýst um hvernig er farið með opinbert fé þú veist, að því að ríkið er að styrkja, þú veist, kvikmyndaframleysluna RÚV er styrkt á ríkinu eða fjármagna ríkinu, RÚV er að fjármagna Húsó og náttúrulega Áramótaskaupi þannig að, þú veist, þetta snýst líka um það hvað það er henni ofboðslega lítið gagnsæi í flæði þessa fjármagn og að því virðist bara einhverjir nokkri einstaklingar hafa vald til þess að sýsla með það eins og þeim sýnist sem að er rauðljós og það er eitthvað verulega rótið í þessum bransa ætla ég að leiða mér að fullera
Ég veit ekkert um það. Nei. Svolítið skrítið að sko með þetta premiss sem við setjum upp sko Já. að annar okkar kemur með undirbúið eitthvað, segir hinnum frá, hinn kaldur. Mér hefur aldrei fundist vera óþægilegt að vita ekkert fyrir en núna. Og það held ég bara af því að núna eru þú veist að nafngreina fólk, þú veist, þetta er ongoing, þetta er blaðamál, hitt, þú veist, yfirleitt eru við eitthvað svona, hvað við segja, að kannski tala um eitthvað sem byggir í mörgum tilfellum bara meira á upplifun og reynslu hvers og eins, en ekki algjörlega, þú veist, með þetta mál, það bara þetta annarkvort svona eða hinsegin, eða væntanlega í einhverjum tilfellum, þú veist, hefur einhver hliðin rétt fyrir sér hinn rámt og svo öfugt, eitthvað, í einhverju svona tillingaskitt, skilur, einhverju svona smáatriðum, en sko ég bara veit það ekki. Nei, en staðrindin hins vegar svo að Dóra hefur ekki gert neitt síðan áramótasköpið 22? Já. Jaha. Já, veist, henni hefur haldið út af, bara utan með allt. Já. Hversu náttúrulega það sé? Já, ég veit. Annarkvort af því að hún er óþægileg eða hún er snarklikkuð og enginn getur unni með henni. Já. Og ef hún er snarklikkuð segjum bara það, gefum okkur það, hún er bara alveg farin, hún er bara snarklikkuð, hvernig svo sem það lítur út. Gæti þá verið einhver ástæða fyrir því? Já, skilur þau? Já. Þannig að either way þá er eitthvað þetta er mjög áhugavert sko. Mér finnst bara, það sem ég reyna að lýsa að mér finnst svo pirrandi að við erum ekki búin að lesa þetta og veit ekki nákvæmlega hvað þetta tala. Það er það sem ég er að koma inn á sko. Af því að þetta er af því þetta er current, af því þetta er bara fólk sem þú getur hitt í hagköp og þá er það svolítið öðruvísi. Það var svona pæling hjá mér. Já, en líka sko, eins og hún lýsir sko Dóra, að þú veist, hún leitar til lögfræðinga, hún leitar til þessara hagsmunasamtaka og ég man ekki, hún nefnir þetta alls konar skammstöfuna sem ég man ekki allavega, það er bara lögfræðilegt álit að þarna sé ekki rétt staðið að málum gagnvart henni og og það er, þú veist, hún er, hvað segir maður, snubruð af því sem hún gerir og henni er haldið utan við það sem hún hefur rétt á að vita eða hafa eitthvað að segja. Og það er bara, þú veist, almennt, en það er bara svo mikið hvað maður að segja, það er svo erfitt að aðhafast vegna þess að RÚV getur bara haldið kjafti, glassrifir virðist geta bara skilur, og það virðist allir geta bara haldið áfram nema þessi sem er að spyrja spurninga og nema þessi sem að virðist vera brotið á þannig að þetta er ekki alveg fair sko. En þetta er hefi mál og ég bjóst ekki við, ég geti talað svona lengi um þetta því ég var bara að lista í gær sko. Nei, ég var að fokkið líka öðru kóru. Já. En ég þarf að lesa þetta. Já, mæli með. Já. Ég er bara þurr í hálsinum og eitthvað. Gott út með að drekka. Kristall. Já. Má bjóða þér að trúna á? Sponsorað af Gleymdinu. Það sjáast það bara. Þorsteinn er farinn. Hvernig haldið þið að þessi þáttur væri? Ég væri bara einn. Væri það kannski bara betri þáttur? Maður spyr sig. Heyrðu, ég heyri í þér sko. Trúnó dagsins sem ég ætla að fara á einn á með ykkur, kæru hlustundur, ég ætla að segja svolítið frá svona hvernig er það að orða það? Ég ætla að segja svolítið frá sko svona leiðréttingum mínum á málfari fólks og ég ætla að fara í gegnum sögu þess. Nú er að laga myndavélina. Ég held áfram. Og sko ég nefnilega ef við förum í gegnum þetta svona stutta nei Góðum við löngu sko, fyrst setjum við premissið. Það er það. Hvað er premiss? Að fólk Er það samhengi? ennþá bara í dag nei, það er svona sögusviðið. Það er svona, þú veist, staðan í dag, umhverfið. Er að sko
fólk í dag, og þetta sumir segir mér þetta og aðrir segir mér þetta ekki, en það segir mér að sumir hafa sagt mér þetta, segir mér að sko sumir hafa þessa tilfinningu sumir okay. en segja mér það ekki að fólk passa sig í kringum mig. Og hvað segir? Já, og svona hvernig þau segja hlutina og eitthvað svoleiðis, og það finnst það alveg óþólandi, og þetta er búið að vera sko þetta er búið að vera svona auðvitað þetta sjálfskapavíti, ég kom mér út í þetta með því, og nú förum við aftur í tíman fyrir löngu síðan í árdaga internetsins, fyrir Facebook, fyrir samfélagsmiðla í rauninni MySpace kannski, þetta er svona svipuð tíma, þegar að saman sko þegar að svona samtöl á internetinu fóru aðlega fram í gegnum svona töflur, svona blackboards þá var ég þar og þá var ég byrjaður sem einhver þú veist 17, 18 19-20 ára gamall að leiða þetta fólk bara ekki að, veist, þetta er ekki skrifað svona, þetta er bara maður segir ekki, þú veist að nota hérna þetta orðatildegi villust alveg gjössamlega óþolandi gæi og svo náttúrulega fer ég út í þennan bransa sem ég er í dag og það hjálpaði nú líklega ekki til. Nei. En sko en sannleikurinn er sá að ég er sko síðustu 10 ár þá er ég bara svart og hvítt í þessu og í sko Já, menn þú ert ekki að læra þetta lengur? Nei. Og líka bara viðhorf mitt gagnvart málfræði hefur gjörbreyst, tengist því að búa með ég doktor í málvísindum og eiga sameiginlega áhugamál á því sviði og ræða það í þokkalega mikið. Ég ætla hins vegar aðeins að stekja í þér. Já, ég gæti verið að koma inn á það setna, en ok. Mundu það bara, ekki gleyma, skrifa niður. Nei, ég ætla að segja það núna. Ég var náttúrulega heimsókn hjá þér bara daginn. Ég veit það. Og þá segir konaðinn, Haukur, svona gerum við ekki við fólk. Akkurat. Og það er út af því að ég sko, ég ætla að koma inn á það. Ég veit ekki af hverju, en akkurat þú hefur orðið verst fyrir barðinu á þessu í sendið. Já, takk fyrir það. Ég veit ekki af hverju. Það er kannski bara því að við erum svolítið vanir að vera að skjóta á hvor annan, ég veit það ekki. Eða sko ég ætla að segja þekkingalegri valdastuðu á einu sviði gagnvart þér og þú ert og hefur verið í þekkingalegri valdastuðu gagnvart mér á öðru sviði. Já. Og ég held að Ertu að meina að vinnan komi inn í þetta? Já, eða þú veist, að þetta sé sko þú veist, valdið að við erum að leita jafnvægi einhvern veginn. Já. Þú veist, þetta sé undir meðvitundin að leita jafnvægi fyrir þig. Já, það hjálpar sennilega ekki að sko, náttúrulega þú veist, við kynnumst í gegnum við kynnumst á þeim tíma þar sem að ég er að og hef sem sagt leyfi til þess að leiðrétta. Þið eru að senda texta og ég er að segja nei, þetta er svona og það er bara af því að við viljum ekki gefa þetta út á bók öðruvísi. En svo, þú veist, þegar þú ert bara í mat hjá okkur, skilur við, þá gilda ekki sömu reglur. En ég veit að ég hef dottið í hinn partinn, skilur við, sem er ekki í lagi og það er það sem ég er að tala um með þessa þróun. Og og þú veist bara hvernig ég var fyrir 10 árum með við núna að fyrir 10 árum hefði mér ekki fundist neitt verið að þessu sko og ég hefði gert þetta í svo miklu meiri mæli. En í dag þá veit ég bara betur, ég veit að sko það er bara breytileiki í tungumálinu og það er eðlilegur hluti á tungumálinu og þannig þróast tungumál. Þú veist, ef við myndum flytja inn einhvern með tækni bara með tímavél, skilur bara einhvern sem var uppi fyrir 200 árum og ég að tala rosa flott og að gæslappa rétta íslensku og eitthvað, ég væri náttúrulega bara bulla í hans augum sko, hans eyrum
ég meina, þú veist, tungumál breytast og það er ekki að halda bara í þú veist, þó svo að við eigum tungumál sem hefur breyst þannig séð frekar lítið með mörg önnur, þú veist, það er ekki að halda bara í einhverja miðalda íslensku sko, þú veist, það myndi ekki ganga upp þannig að sá sem að segir opinberlega í dag, til dæmis ónefndu kollegi, að þú veist, við þurfum að passa að tala rétta íslensku og hérna, eigum að leiðrétta og eigum að passa, þú veist, bla 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 og eigum að hafna þeim hugmyndum að sé breytileiki og eigi að mega vera breytileiki í tungumálinu þá erum við komin á svo skrítin stað sko en ég var á þeim stað fyrir löngu síðan skilur við en afi minn líka einmitt afi minn var bara alltaf að þessu hann var sko prófarkalesari og hérna og rosa heitlandi típa að vera alltaf að leiðrétta fólk endalaust í bara normal lífinu og sérstaklega sko að við erum enda látið núna en hann var sko alltaf á Facebook og svo kom frétt bara MBL eða eitthvað og þá byrjar hann að drulla yfir blaðamann fyrir sko hvernig hann var að setja fram fréttina og við erum að tala um að hann gerði þetta svona í svona 20-30 statusum á dag en svo þegar maður kom í heimsókn þá bara sælir sagði ekki orð ekki að því þá nei, þá sagði hann ekki orð þá var þetta svona hobby kannski nei, þá var þetta kannski bara rosaleg byrtingamöndi einhverfu þrá ekki áhuga geti verið að mér líka sko en hérna það sem ég ætlaði að segja varandi þetta af því að þú veist að tala um hérna að senda við að gaggrina mokkan og eitthvað blabla af því að nú hef ég oft verið hinum einn við borðið og hérna borið ábyrgð á skrifum sem einhver annar setur út á og þá er svo áhugavert að þetta er rosalega í sérst flestum tilfellum er þetta gamlir kallar og í flestum tilfellum eru þeir að leiðrétta eitthvað sem að þykir vera allt í lagi í dag og kannski bara einfalt dæmi eru kannski að leiðrétta greinarmerkjasetningu og segja að það á að vera að koma hér og það á að vera að koma hér og það á að vera að koma hér sem er ekki rétt það er af því að það er búið að breyta auglýsingu greinarmerkjasetningu, það er búið að breyta eina gæslepa reglunum hvernig ná að gera þetta en þeir eru að miða við reglunar sem þeir lærðu þegar þeir voru í námi ungir menn og þannig á þetta að vera ennþá þeir viti ekki að þessu er búið að breyta síðan þá auðvitað koma oft góðar ábendingar og leiðréttingar en í flestum tilfellum sem ég hef séð þegar ég hef skoðað að því ég hef borið ábyrgð á því er það bara sorry þetta er bara flott hjá þér en þetta er ekki svona í dag þetta er ekki rétt hjá þér og hérna mér finnst það svona kannski svolítið lýsandi yfir einmitt þetta tungumál þróast en þú verður algjörlega eðlaður ef þú hefur rámt fyrir þér hvað þetta varðar þegar þú gerir villu þú ert bara að andvaka bara í marga daga þú ert jafnvel ennþá að andvaka út af endurtekningu á einu orði það er hérna sama orðið kom fyrir 2 í bókinni ykkar það var ein villa sem hefur fundist og sko það er samt ég var ekkert rosalega mikið andvaka af því að sko það er helviti gott track record sko, það er helviti góð engun að fólk finni eina villu í heilli bók en sko hvað var þetta, 40.000 orðið eða eitthvað? 50.000? Eitthvað slags en það er pottið önnur annars sko og fleiri en 2 heldur það? Já, það er bara spurningum að hvort herðu að hafa jólalegg finni villuna ef þið finnið villuna í bókinni Þriðjuvaktin þá hérna fáið ókipis eintak og hérna fáið 2 ókipis eintök og þið fáið spilið vinaskói líka bara fyrstur kemur fyrstur fær það hérna það var einmitt ég var ekki með hugbúnað sem finnur sko einmitt þegar sama orðið kemur fyrir 2 röð það er ótrúlegt að það sé ekki markað sko pyrra mig mjög mikið en allavega hérna færum okkur aftur í hitt að með þessari þróun þá hef ég hérna hjá mér að sem ég skil betur hvernig tungumál virka og ég hætti að vera svona rosalega fókuseraður á að vera besserwisser af því ég veit betur en einhver annar hvernig ná að skrifa eitthvað orð eða hvernig ná að nota eitthvað orðatildæki eða
hvað er algengara eða hefð fyrir eða hvað er rétt samkvæmt einhverjum málstaðli sem að er í raun og veru ekki til þú veist, það er eiginlega ekki til neitt svona íslenskur málstaðall opinber skilur þannig að þegar maður svona kemst út úr því og fer að skilja betur hvað, þetta eru svolítið svona 2 skólar í málvísindum sko. Og það er eiginlega allir bara þarna núna í dag þú veist, bara það er fjölbreytileiki í málinu það er áhugavert að rannsaka og svo leiðis hitt er nefnilega svo mikið af því að þér er svo tamt að tala sko svona valdakerfi hitt er svolítið það sko Já. Þú ert svolítið að setja þig sko ofar og þykjast vera fínni og flottari ef þú leiðir eftir einhvern annan Já, sérstaklega svona gamli skólinn Já Hann er alveg heldur í þetta grimt sko Akkurat og þetta er svona, já, hluti af þessu en svo upplifi ég þetta einmitt sko að fólk sem hefur þekkt mig lengi fólk sem veit hvað ég geri og jafnvel bara einmitt fólk sem bara veit hvað ég geri þekki mig ekkit endilega og þá þú veist að fyrir að passa sig hvernig það talar í kringum mig og mér finnst það svo óþolandi en ég veit ekki hvað, þú veist, það er bara svona mér að kenna mér finnst það rosalega pirrandi Já, ég höldu að töluðum þetta við þig sko að þegar þú varst að ritstýra bókin okkar að þá fannst okkur óþægilegt að bara vera að tala við þig Já að því að við vorum svo meðvituð ég er reyndar að lungu þetta bæliði núna en ég var svo meðvitaður með þess að bara uppbygginguna þegar ég sagði bara ég var að tala við daginn og veginn hvernig uppbygging setningarnar væri ég fjakaður á ristýringu það er galið sko. en það var eðlilegt myndi ég segja og ég er búin að nota þetta podcast til þess að leyfa mér að vera alveg drull að svo að ég einmitt sko ég ger eiginlega í því að passa mig ekki og ég bara nota slettur og ég oft er ég búin að segja eitthvað og þá kemur svona bling upp í hausinn á mér bara nei, þetta var í vitleysu falli ég leiði þetta ekki, ég bara leiði þess að sletta af því það, þú veist, ég þurfi svolítið þessa æfingu sko. Þú veist, þegar maður er að tala við erum að tala hérna bara rúma klukkutíma bara á fullu, það er ekkert stopp, það er ekkert klift maður mun alltaf mismæla sig og maður mun alltaf segja eitthvað sem maður fattar síðan eftir á, allavega, þú veist, ég fatta eftir á að þú veist, hefði verið betur sagt á annan hátt stundu gleymur ekki og það breytist merking ársins það gerist og stundum teki ekki eftir því og stundum teki eftir því ég held ég leiðir þetta með mjög sjaldan af því að þú veist bara fólk skilur þetta alveg þetta er bara, þú veist það skilja allir sem tala íslensku, skilja allir íslensku sem allir tala við erum ekki með eitthvað sjúklega mikinn breytileika í tungumálun okkar hann er eiginlega alveg svona afbreyðilega lítill Já, en sumt er Vistu, mállískur og eitthvað, við eigum þetta ekki til þetta er rétt að byrja og við eigum bara embrace it sko. Já, ég ég sko læt nú samt ég er nú ekki mikill stafsendingaperri eða málfarsráðunautur en sumt veit ég að er bara fólk hefur heyrt eitthvað og er að reyna að nota það og gera það vitlaust eins og vistað það er óþolandi Af hverju? Já, ert þú bara að láta það slæta? Já Þá er ég ekki að meina ég er að tala um bara í rituðu máli Nei, ekki ef að ég er að fara að gefa út á bók Nei, það er gilda aðra reglur sko. Já, þannig að þegar fólk er einhvers staðar vístað og og eitthvað svona þá galið þá fæ ég svona og svo ger ég ekki neitt Já það kippist svona til það segir ekkert þú veist, og af þegar þessu svissað já það er náttúrulega, það er samt eiginlega þú veist, það eru einar algengustu villunar sko. og fólk heldur að sér rétt hjá og þá fær maður bara að hugsa ok, hvað þýðir að það sé rétt ef að langflestir sem tala í dag segja af í einhverju tilfelli þar sem að á innan gæslappa segja að hvort er þá rétt og hvenær breytum við hinnu og segjum bara, herru, nei
En eru dæmi það? Já. Manstu eitthvað núna? Eitthvað sem bara hefur breyst, þetta var nú alltaf fyrstað en þá fór allir að tala vístað, þannig að þetta nú bara orðið vístað. Það bara 1000 dæmi sko, ég skal finna eitthvað býtu, gefum bara nokkra sekundur. Ég held bara áfram að segja hlustendum frá Ég get ekki hugsað ást að tala sko. Herri, þið verða að þegja, býða eins Haukur, hugsa hvað minn Sko, það er til dæmis Þú manst þetta ekki, Haukur. Þú manst ekkert. Býta Þú varst bara að ljúga. Ég var byrjað að koma hérna eitthvað. Nei, þú var bara að ljúga. Þú ert bara uppfullur af skít. Það er erfiður. Jæja. Haukur að reyna að ljúga okkur full hérna íslenskt tungumál. Af hverju kemur þetta ekki? Það er því að þú ert að tröfla mig. Jæja. Get ekki fundið eitthvað hérna. Sko Þá ringi Eirík Röggvaldsson. Já. Þú veist, það er eitthvað svona tengt sko orðum eins og umfram sem að þú veist, það eru mismunandi sko hvort það er skrifað í einu orði eða tveimur orðum. Já. Og það hefur breyst og það hefur komið út í sem sagt, eins og ég var að segja það, við erum kannski ekki meira en ákveðin málstaðal en það eru sem sagt til auglýsingar, það er kallað það er bara svona, þú veist, það sem að er bara samþykkt af bara menntamálráðuneyti, skiljum eins og til dæmis með greinamerkjasendingu að þú veist, samkvæmt þessu nýjasta þá sem sagt höfum við ekki komu á undan samtengingu, samtenging getur verið og en og gamli skólinn notaði meira komur sem svona ryþma. Hugsa bara eitthvað, þegar ég er að lesa þá ger ég smá hlé hér og svo held ég áfram að lesa og þú veist, þannig virkar komusetning ekki í dag en það er búið breytinni. Ok, komusetning, af því að ég lærði svona ritun í raun af afa mínum sem að var mikill svona fasist í þessu og hérna og þá lærði ég að komma, það er setning, svo kemur komma, virkaði hálfpartin eins og svíi af því að þú áttir að hunsa fattur þau, þannig að ef þú tækir út komur, það sem var á milli komma þá ertu kannski að tala um aukasetningu það kemur bara setning, komma og þú gætir tekið út það sem að er innan hérna kommana og setningin makar sense basically eins og svíi gæti verið. Er komma ekki notið þannig í dag? Ég held að þú sért að tala um þetta gæti virkað í aukasetningu. Nú er ég ekki góður í en komma getur náttúrulega verið notuð í hinu þessu. Þetta er ekki endilega gott útvarp en mér finnst svo óþolandi að ég get leið og hættum að taka upp þá get ég fundið fyrir þig 27 orð. Já, við skulum bara koma inn þegar ádrúðið búið. Fann eitt í það. Sem sagt umfram og meðfram eru skrifuð í einu orði. Umfram og meðfram, já. Fyrirfram skrifa flestir í einu orði en það á að skrifa í tveimur. Fyrirfram. Já. Og það er rétt, sem sagt. Já, það telst vera rétt, það er svona, þú veist, það eru Árnastofnun, Málarsbankinn, þú veist, mæla með því og það er svona eiginlega eina sem við getum vísað til sem einhvers málstaðar. En sko en þú ert ekki mikill áhuga maður bandst en líklega verður þessu sko breytt þannig að þetta verði í samræmi ekkert tímann og stundum þá sem sagt koma sko hérna þú veist, ef þú veist með lög sem allir brjóta af því að lögin eru astnalega og þau virka ekki lengur í þessu umhverfi þá oft breytir Alþingi þeim lögum til þess að samræmist í rauninni actual heiminum betur og það virkar svolítið svipað þannig þegar kannski ótrúlega mikið af fólki og bara, þú veist, flettir upp í hérna tímarit og bara sér bara að það eru bara, þú veist, eiginlega öll sem að nota eitthvað orð skrifa svona, þó svo að hafi verið skrifað öðruvísi ára 1890 þá bara eigum þá að rembast við að láta öll læra það að nei, þetta á að vera að skrifa svona eins og 1890 eða eru að segja bara eitthvað breytum þessu bara það er öll skrifað svona hvort þið er það skilja öll, þetta er ekki vandamál Já, ég ætla að segja bara ég hef enga skoðun sko. Nei, bara áhugavert sko. Nei
Ekki nema það sem að mér finnst áhugavert eins og bandstrykk til dæmis. Já, mikið áhugamál hjá mér. Er það? Já. Þú ert alltaf að henda þeim út hjá mér. Nú? Já. Í hvaða tilfellum? Bara viltu setja kommu eða og eða eitthvað. Og líka eitt sem þú gerir Já, er það ekki mig. að nota svona eitthvað þangastrykk? Já, veit ég ekki maður. Eitt sem þú gerir líka við mig. Já. Og gerði við? Já, þú gerir það við mig. Af því að ég var með svona ritstíl. Já. Ég var með svona ákveðin ritstíl. Og ert með? Já, ok. Já. Og hann var sérstaklega mikið áður en að þú byrjar að vesenast í textunum sem að ég gef út. Þannig að ég skrifaði setningu, punktur, stuttsetning, punktur, lengri setning. Þú veist, ég var stundum með svona mjög stuttar setningar og ég hafði bara eitt orð. Og þú svona, það ætti nú meira við að vera bara með samtengingu hérna, eða eitthvað svona. Þú svolítið svona agaði mig inn í það, inn í rétt málfar. Hvað finnst þér um það? Það sem böggaði mig við það er að þú notaðir svo oft svona einhvers konar svona punktaform, það sem þú varst með kannski efst kallar segja að bla 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 og svo kemur orð, það er að segja, þú veist andlag, eða þess að ég bara eitthvað labba, róla dansa, en það vantar alltaf, ok, hvernig það hver er að gera þetta? Þannig að ef mér fannst að vera óskýrt af því að þú varst greinilega með hugsun og þú varst með hugsun í gennum textan en það var gæti mögulega sko verið hægt að miskila hver er gerandinn í því sem þú varst að skrifa núna þá var ég að setja út á það í þessu stuttu setningum sko. Fólk veitur ekki hvað tala þannig að ég er að pælja hérna enda þetta Trúnó og henda okkur í hlustanda dagsins. Já. Þið þurfum að pakka í spítalatöskuna. Hverju myndið þið pakka? Hverja diggur hlustandi? Spítalatöskuna fyrir okkur sjálfa? Hvað er spítalataskan? Er það bara á sængulegudeildina eða? Já, lestu með hann. Það stendur bara þetta. Ég veit ekki meira. Þetta er það sem var sent. Sko. Það hlýtur að vera. Spítalataskan hlýtur að vera þegar að kona er að fara að eiga. Ef að túlkaða þannig? Já. Ok. Er þetta eitthvað þegar þú ert að fara að láta skipta mjálmalið? Þú veist. Það ert að fara að spítala? Já. Það ert að hafa með þér eitthvað dót? Ég fór nú á spítala fyrir nokkur mánuð með dóttur mína. Já. Það var reynda að pakka ekki inn tösku. Kom sjúkrabíl. Nú? Já, vissir það ekki? Nei. Nú, voru nýflutt. Herðu, 5 mínútur eru að líða. Herðu, spítalataska, við erum að fara þetta er svona taskan sem er reddi einhverjum x tíma áru, þú veist, settu dagur er og það bara að grípa það því að það er ekki tími til þess að fara að taka eitthvað til. Það sem við þurfum að hafa með er föt fyrir barnið. Já. Svona heimfara sett eitthvað og svona einhverja nokkra samfullur og einhver náttgalli. Já, og yfirleitt fær maður bleiur á staðnum, allavega það sem Já, árdaga þína, ég held að maður þurfi bleiur. Já, alltaf sérstök þjónust á Akranesi, sko. Já. Síðan það náttúrulega hérna risa döfumbindi eða tíðarbindi eða hvað þetta er. Auka föt. Tannbursta fyrir barnið? Já, nei, ekki strax. Ég myndi segja tannbursta fyrir foreldra. Já. Og svona bara nauðslegustu snirtivörur. Eitthvað mönns. Næring, drykkir. Já, maður fær það reynda líka á Akranesi, sko. Það er ekki öll á Akranesi, ykkur. Nei, fólk þolir ekki þjónustu. Hérna, já, ég myndi segja að sko, við vorum með svona, ég man ekki hvort við vorum annarkvort með auka sæng, eða sæng fyrir barnið, eða, þú veist, eitthvað þannig, en allavega teppi og bílstól. Já, ég var að segja það, teppi í bílstólinn, já. Bílstólinn þarf að vera komin í bílinn. Já, nokkrum vikum eða mánuðum áður. Og þú veist, þú þarft að kunna setja hann í bílinn. Já. Það er bara, hefur oft klikkað á fólki og sko, ljósmaður eru snillingar í að setja bílstóla í bíla. Það er ekki eðlilegt. Nei. Bara því að pappin stendur bara og er bara, ég bara skil ekki Það er að æfa þetta. Það er galið, sko. Sko, ég bara man ekki eftir að það hafi verið mikið meira en þetta, sko. Eitthvað fyrir hana, mömmuna, sko, eitthvað föt og eitthvað svona þægilegt. Sumir vilja kannski hafa eitthvað svona, þú veist, eitthvað tæki
til þess að vera með playlista eitthvað svoleiðis Já, eða eitthvað þannig það þarf að hafa hlæðsleiki með því já, það er náttúrulega hlæðsleiki fyrir símana mjög mikilvægt Já, ég er ekki bara góður að Gleym ykkur það Barnið, taka það með heim þú veist. Já, maður þarf ekki að muna eftir því á leiðinni á Nei, maður þarf ekki að taka það með Jú, nei Já, þetta var nú ekki flókið Við glemdum örgleikur sko. 2 mínútur eftir og bara allt klárt Við höfum nú gert það 3 svar Já, 5 sinnum saman Já, Samtals, Já. ekki saman, aldrei saman Nema Aldrei þegar saman. við eignum mástu hérna, svona okkar, já, Karl, man ekki hvað hann heitir Sebastian Sebastian, Já. Karl, Já, var það? já, eitthvað sluðis Þorsteins Hauksson, nei, Hauks Þorsteins Valgersson Þeir við bara farnir að bulla um eitthvað annað Herru, þessi taska er tilbúin Þetta er ekki flóki mál Kallarnir sjáum þetta Svo, það gæti nú verið gott að hafa taubleiu Já, reyndar Það gæti verið gott að vera með duttu Snuð Sum vilja prófa það strax Bara strax, já Það er mismöndi hvað ljós maður mæla með Pela ef allt gengur illa eða Er það ekki snemmt í það? Já, ég held að það sé ekki Það er náttúrulega rosa brjóstakjöfar aðstóð sko fyrst en það gengur náttúrulega ekki alltaf Nei, mjölkin líka að koma sko En við fengum ábót sko Þegar við eignumst yngstu okkar Ábót Þurftu að nota ábót? Já, þess, þá bara fekk spítalinn kom spítalinn bara með mjölk Nú? Já, Ok og það var einhver dönsk brjóstamjölk eða eitthvað Já, rosalegt frá Pennilu Pennilu, Rasmussen ég veit Nei, fór helvið Já, ég meina, det har danski móð En danski móð Ef að hafa það næsta þátt á dönsku Herri, ég sat yfir spænsku próf aðan Já Og ég ákvað, Hvernig menn ég gekk var ekki að gera, ég var bara að sitja yfir því Svo fletti ég gegnum prófið Ég er náttúrulega aldrei læst spænsku, ég gat ekki svarað einasta Það er ekki Nei, Var engin krossaspinning Jú, Já, ég hefði getað giskað en Getur svara 1 eða 4 Ég hefði getað svarað öllum krossunum en þú veist, ég vissi ekki neitt Fólk fattar þá eftir ekki að ef þú mútið taka sko krossaprófa tælensku Já. það farið samt 2,5 Nei, Nú? það er ekkert gefið Ég meina það ætti að gerast Þú Tölfræðilega ert algjörlega random með 4 möguleika á öll spurningum þá áttu að fá 2,5 Já, ok Ef þú farið bara 2 Já, varst að gera eitthvað vitlaust Æja, vinur Hvað er framöndan hafið þér ykkur? Hvað það var að gera? Í dag? Í lífinu? Nú er ekki eitthvað gott að við væri svona þú væri bara að halda tónleika þú veist, getur pluggað einhverju Já, Við erum ekki með þetta sem við getum pluggað nei, ég var nú bara fórhundast þig, sko Já, ok Svona áhuga á þér Já, Ekkert að gerast það er brálega að gera En þú veist það er svo skrítið að sko ég sumt að því sem ég geri má ég ekki tala um sko veist, þannig að það er svolítið skrítið Móðalega gaman er það Já Hvernig er að eiga svona leyndamál? Getur ekki eins og sagt mér það? Nei, það er bara gaman sko Mér finnst það svolítið ósangjant Aha. Já, Já, mér langar alltaf að vita leyndamál Já ég veit það ekki En ég ger aldrei neitt með þau svo sem Lindamáli er nefnilega bara að fara eitthvað leðileg Já, Ég er bara að fara að gifta fólk Ég held ég sé með 3 eða 4 brúðkaup í desember já, brúðkaup annan í hjólum já morgunin, mér finnst það svolítið skrítið Wow Já. Annan í jólum Já, Já, það átti reyndar að vera á 9-ársdag en svo færðu við það já af því að eitthvað barn annars þeirra komst ekki eða eitthvað Sér börn, skemma alltaf allt. börn eru alltaf með þessu sko. Já, þannig að þú bara léttur og gátur Já, það held ég, bara að gera bara Herðu, ég er með eina flip hugmynd svona að því að, þú veist, við höfum næðan tíma Þú ert ekki að drífa þig Ok Ég bara, það kom bara allt í einu í hausinn á mér, sko Að segja hvað er Já um, Akkur þetta ít á símatakkan Hvað er að gerast núna? Mér datt allt í einu í hug Já Hvaða væri fyndið ef ákveðin maður myndi svara okkur núna Æ. Ha? Hver er það?
Þetta er hræðilega lélegt útvarp hann svarar ekki. Halló. Nei. Hæ? Hæ Gísli. Hæ, hvað segir þið? Bara gott. Er það ekki? Áður þú segir eitthvað vandræðalegt, þú ert í beinni útsendingu. Já, þetta ekki voru nokkur öðru. Sem er samt ekki droslega bein. Þorsteinn er að ringi þig, ég veit ekki út af hverju. Það er að gefa boltan yfir á Þorsteinn. Nei, ég bara, mér datt bara allt í einu hug. Ég er nefnilega var búin að hugsa, ég með langa að ringi þið sko í upphafi þáttarins. Ok. Svo bara glemdi ég því. Og ég er ekki hissa. Svo var ég að fara ít á sleðan sko út af því að við erum bara búnir. Já, ok. Og þá bara datt mér í hug að ringi þig. Ok. Útskýra það eitthvað fyrir hlustendum? Já, Gísli Björgvin Gíslason, þessi maður sem að þið heyrið í, hann býr á Tenerife. Já. Og Tenerife? Ja, ég ætla að leira þetta, ég gerði það ekki. Ok, Gísli, þú ég er góður maður. Jöfull er þetta gott, því að þú hlustar á þennan þátt núna og svo heyrðu þig vera leiðrétta og þá bara Gísli, þetta er ákveðin vinna sem við þurfum að fara í saman. Já. En allavega, Gísli sko er diggulhustandi og ég hef nú held ég sagt að frá því þessum þáttum er það ekki? Jú, hann hefur komið fyrir tvisvar. Já, að Gísli og ég, við sem tengist í gegnum börnun okkar og þú veist, ég fara út til þeirra og svona, við erum vinnir og eitthvað og svo að Gísli alltaf eitthvað senda mér eftir þættin okkar og kommentera svona svolítið og ég hugsaði, herri, bara ég bý bara til grúpu með mér og Hauki og Gísla og þá bara getur Gísli sendið þetta beint á okkur alla í einu. Já. Nema ég er ekkert rosalega mikið fyrir það að vera að spjalla á netinu. Og nú er þetta hófspjall. Já. Spjalla milli mín og Gísla. Já, og nú eru þeir eins og þeir séu bara æskuvinir, búin að þekkjast í 50 ár. Við strákarnir. Og eru alltaf að tala saman, nema hvað? Nú er Gísli og Haukur og konan mín í hópspjalli og það er no joke, það er svona cirka 60 mínútna talskilabókur einasta degi. Þannig að já, þetta er Gísli. Og þú bara fegin að vera ekki með það því að þú nennir þess ekki. Nei, ég er mjög fegin. Gísli, segðu okkur söguna því hvernig Spotify Wrapped kom út í þér. Hvert var uppáhalds podcastið þitt? Herðu, já, ég veit ekki hvort ég þú voru að segja frá þig sko, af því að sko, ég er sár móðgæður af því að ég var bara í top 2%. Top 2% hlustenda á 2 kalla? Já. Ertu að segja mér að vera ekki hlusta á alla þættina? Ég nefnilega hef hlusta á þetta þættina, þannig að það er einhver hérna úti sko, sem er að hlusta tvisvar á hvert þátt. Það er rosalegt. Ég reyndar veit einn hlustanda sem að gera það. Já. Þannig að það er ekki nóg til þess að vera heilt prósent. Hvað er hvað er fólkið sem hlustar oftar en einu sinni á einn þátt að gera? Ég skil það ekki. Ég nenni ekki einu svona að hlusta á þetta. Nei, þetta er ráðgata. En hvernig er veðrið á Tenerife? Heyrðu, það er bara svona þokkalegt sko. Haukur heldur alltaf ég sé að ljúga þig í búa Tenerife af því að ég bý sko það sem að, já, þess að norðan megin á Tenerife og það er ekki alltaf sól, bara stundum. Ég var fyrir svo miklu vonbrigðum að vita að þú byggir ekki á svæðið þar sem að matselarnir er á íslensku og annarkur maður er íslenskur og þú getur ekki eins og tala íslensku í leyni sko. Nei. Er það þannig? Við erum leik sko þegar við förum tala bara íslensku og svo heyrir einhver í þér? Já, það er stundu þannig. Þegar við förum suðrættir á ströndina þá förum við stundum í keppni sko, við giskum á hvað líður langt þangað til við heyrim íslensku. Já, það var sjokkandi sko. Er þið stundum að benda á fólk og segja svona hvort við annað, þetta er Íslendingur? Nei, ég gera stundum við sjálfa mig bara. Já, mér finnst það mjög gaman þegar ég er búin að vera í útlöndum og svo kem ég á flugvöllin og þar veit ég að það gætu verið Íslendingar hérna. Þá horfi ég svona á eitthvað og það er bara eitthvað pottet Íslendingur. Já, það er eiginlega frekar augljóst þegar maður er þarna úti. Það er bara, já, vá, þetta eru Íslendingar. Ég veit ekki alveg hvað það er, en það er eitthvað sem er augljóst. Það er eitthvað, sko. En Gísli, það er eitt... Þetta er einhver svona ára, sko. Já, áran. Eða svona rosalega sólbrunnin húð, getur líka verið. Eða rosalega hvít húð. Herðu, hérna, sko, það er eitt áhugavert. Þú vinnur sem kennari, það ekki? Já. Og er stundum að fljúga á bara allt og litlum flugvölum. Já.
alltaf. Og með einhverja sem að kunna jafnvel bara ekkert að fljúga, þú ert bara eitthvað, já, bara fljúðu þessu, ég er bara hér, ég bara hata líf mitt og alveg tilbúin til að deyja bara hvenær sem er. Og þyngdin á þessu er bara eins og bara ramagshjól, skilur við. Ég meina, þetta er bara eitthvað svona, þú veist bara að fljúga í einhverjum plastpoka. Herru, og ekki nóg með það, að hann sé að fljúga í plastpoka með einhverju fólki sem kann kannski ekki svona fljúga og lætur það fljúga flugvélinni, þá vinnur hann á flugvelli þar sem að, já, hvað er þetta, mannskæðasta flugslys bara, hvað, í Evrópu eða? Já. Það er bara í heimi. Já, mannskæðasta flugslys í heimi. Var ekki í ljósi sögunar þáttur þetta? Ég veit ekki til það. Jú. Við vitum það, ég og Gísli, við nefnilega hlustum á podcast. Við vitum svona hluti. Ég er að reyna, þetta er aðdraganda spurningu, Haukur. Ok, sorry. Hérna, sko, er þetta aldrei, flýgur þetta, aldrei huga þér í vinnunni? Þetta slys? Já. Nei, ég get ekki sagt það, sko. Nei. Ég get ekki sagt það. Nei. En það voru dálítið aðri tíma og dálítið aðrar aðstæður þá. Ég er til dæmis ekki að fljúga í þeim aðstæðum sem þetta slys varði, sem var basically bara svarta þoka. Þá fer ég heim. Er ekki flogið í, já, þú bara flýgur ekki, þú segir bara hingað ekki lengur. Ég flýg ekki, þá fer ég bara heim. Já, ok. Herðu, en kona mín er að koma til þinn á morgun. Já. Hvað er planið? Bara að hafa gaman, sko, Haukur veik á planið, hann getur sagt þér það. Já, ég er nefnilega að lesa skilabóðin sem ég fæ. Já. Og hlustar líka. Já, ég fer kannski það setna bara, kannski meðan hún er úti. Já. Herðu, bara gott að heyra í Gísli. Á svo ótrúlegan frítíma meðan hún er úti. Já. Hvað er þátturinn orðið langur núna? Klukkutíma 17,5. Viltu bæta eitthvað við þetta? Nei, nóg eftir. Nóg eftir. Hérna, ég var að spája að hafa þig bara meðan við endum minna þátt. Geggjað. Viltu eiga lokaorðin? Þetta er of mikil pressa, sko.